Góðan daginn og velkomin í 33. þáttinn minn hérna á YouTube-rásinni minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu óð. Í dag er mánudagsmorgunin 4. júní. Klukkan er korter í 7, vekjarinn er alveg að hringja en það er alltaf. Og ég er svona snemma í þessu einfaldlega því að það er bara 2 sof eftir áður en að við byrjum sumarfríið okkar við hjónin. Þannig að við sem sagt það er nóg að gera. Þannig að ég vildi endilega koma hérna inn og skelli í einn þátt áður en að ég fer í smá frí og hér er ég komin með kaffibollan góða og ekkert eftir neina að bíða. Nú ég býð alla nýja og gamla hjartanlega velkomna. Þetta er alltaf notalegt að vita því að þið nennið að hlusta á mig þarna úti. Og mér er að finna á Instagram sem Helga A71 og á Ravelli er ég Helga AR og síðan er ég með síðan að verkefnatöskur Helgu á Facebook. Og ég set þetta á skjáinn og í boxi hérna fyrir neðan. Það er eitthvað í auganu, eitthvað fluff, maður er inn í fluffherbygginu. En í dag ætla ég að fara yfir klárinn, verki vinnslu, hvað þetta er pokan og hvað fer með mér út. Og renna yfir og líka svona aðeins hvað verður í gangi inn á síðunni á meðan ég verð fjarverandi. En þá er bara ekkert eftir neina bíða. Það er eiginlega of snemmt. Ja. En að hella sér í klárinn. Og ég byrjaði þarna eins og ég sagði eitthvað frá í klúbb sem heitir Sand Between My Toes. Nei, hann heitir ekki það. Jesus, þetta er svona klúbbur þar sem að þemað eru lágir sokkar. Og þetta eru 5 uppskriftir sem hún Lilli hjá Nordic Stitches er að gefa út. Og ég skellti mér á það og ég er búið með fyrsta parið sem sagt. Þetta er svona blúndu sokkar, maður byrjar hérna á stroffinu og gerir svo þennan hefðbundna hæl. Og það er svona blúndu munstur ofan á tánni og svo bara hefðbundin mín tá og þetta er Knit Picks glittergarn sem ég litaði bara sjálf, 75% merino og 25% ull. Og svo fékk ég nefnilega, þetta er eitt af sem datt í pokan, það er sem sagt þessi plastfótur. Og ég fékk hann líka aðalega til þess að geta, lýsingin sko, geta sýnt aðeins svona framan á munstraða sokka. Ef að lýsingin vill vera saminu þið sem er ekki endilega gefið á snemma mánudagsmorgni. En þetta er eina sem ég breytti var að ég setti hérna þessa brugnu umferð þannig áður en táin byrjaði og þá bara mjög gaman að gera þetta en ég gerði það í sikkur lagi og það ger ég ekki eftir. Það er bara að henda mér ekki. Ég er of stressuð við því að þeir verði ekki nákvæmlega eins. Og svo er bara svo gott að þegar að maður er búinn, þá er maður alveg búinn, maður þarf ekki að fitja upp á öðrum. Þá er þetta bara komið, þannig að hér er komið 1 par og það á bara eftir að koma út einu uppskrift sem kemur og með ég er úti en ég ætla að taka hinar 3 með mér og dunda í þeim. Í útlandinu, síðan kláraði ég Kaluna parið eftir Soprano Knits á Ravelli og hún líka með podcastið Soprano Knits. Þessi gella hérna með plastfótinn, hún er ekki alveg með jafn stóran fót og ég en þetta er alltaf leið. En aðal dúllið á þessum var þetta hérna þessi fjöður á hliðinni. Mér finnst þetta að vera eins og fjöður og svo er hérna svona smáatriði hérna aftan á og það var bara
snúin sléttalykkjan í stroffinu, þannig að það kemur allt svolítið skemmtilega áferð af því. Og og þetta er líka handlita garn eftir mig, svona samt aðeins, sko, ég veit ekki hvort sé endilega sterkara, en það er sama blanda í því, 75% súbús sem er nú öll og 25% nælon. En það er pínu hærri snúningur, þannig að jú, sjálfsagt er það sterkara og líka það er aðeins stífara. En þetta er svo með svona styttum umferðarhæl sem er líka dýpkaður, þannig að það er svona pínu, maður þarf aðeins að fækka lykkjanum hérna þegar maður er að fara niður fótinn. Og ég ætla að gera, næst þegar ég gera sokka á bóndan minn, þá ætla ég að prófa þessa aðferð á hann, af því þetta er rosalega svona snyrtilegur hæll. Það er miklu þynnri hérna yfir heldur en eins og Fish Lips Kiss hællinn. Þannig að ef maður er eitthvað svona finnur voða mikið fyrir garninu, þá held ég að þessi, en vill vera með svona stuttan umferðarhæl, þá held ég að þessi sé svolítið sniðugur. Og þetta er bara uppskrift sem að fylgir með öllum allavega nýjustu sokkauppskriftunum hjá henni, Soprano Knits, en ekki hafa það alveg eftir mér, kynni ykkur það ef ég held mér að sé hægt að kaupa hælaugskristin alveg sér á eitthvað smotteri. Aðeins meira kaffi. Nú, svo eins og ég hef sagt ykkur áður, þá er mamma mín mikil handavinnukona og er með allt garnið sitt upp á Dvalarheimilinu hérna, og við ákvaðum, pabbi fór erlendis með elstu systur minni fyrir helgina og við ákvaðum að taka smá rassíu í íbúðin hennar þarna upp á Höfða. Og ég var búin að vera alltaf að gjóa augunum í alveg rosalega fallegt garn sem hún áðar, jú, hún áðar en það er bara komið í eitthvað annað en garn útlit. Og þetta er allt rófan garn. Ég veit ekki hvað hún er búin að eiga þetta lengi, en mér langaði alltaf að gera eitthvað úr því, af því að hún var greinilega ekkert að fara að gera eitthvað úr því. Þannig að ég sagði við hana, þá vorum tildektin hvort ég mætti ekki bara taka þetta og gera húfu fyrir hana eða eitthvað svoleiðis. Jú, hún hélt það nú. Hafði ekki hugmynd hvað hún átti flott garn, og þetta er ekkert eina svona flotta garni sem hún á. En þetta er lightweight DK, svona, já, bara mjög fínt garn, rófan, og litanúmer á þessu græna er SH407, kom bara upp sem Army Green á Ravelry. Síðan er Lurex DK. Já, í lightweight DK-unu þá er 100% pure new wool, bara hrein ull, og Lurex er 75% viskos og 25% Lurex. Ég hef náttúrulega ekki hugmynd hvað þetta Lurex er, en það er bara þetta gyllta band. Og það passaði rosalega vel að prjóna við þetta lightweight DK, og það er líka í þessum ljósa lit base sem er litur SH614. Og það voru tvær hespur af, það er 25 gram hespur af þessum ljósa og það er 25 af þessum gyllta, og ég fór rétt, ég kláraði alveg aðra hespuna í báðum litunum og svo fór ég aðeins inn á næstu, en svo bara 25 gram af þessar grænu og þetta er afgangurinn. Og hún nefnilega, mamma, ég fór og sýndi henni kragan sem ég gerði, sem ég kláraði í síðustu viku. Og hún var ægilega hrifin á honum. Heimta ég kallaði hann móðir jörð, og maður gerir bara eins og mamma sín segir. En svo var svo skondið að ég setti þetta samvinskusamlega inn á Ravelry, og svo náttúrulega eins og þeir sem að fylgja mér á Instagram sjá að ég seti alltaf kláru verkefni þar líka inn sem ég merki svona með mínu millumerki, millumerki HA FO 2018 með eitthvað svoleiðis. Þannig að þá get ég bara að fara inn á það hashtag og séð hvað ég er búin að gera mikið á árinu.
Og sú sem að skrifaði sjálfið sá þetta hjá mér og hafði samband við mig því að hún var alveg, sagði þess að hún venjulega væri það fyrirkomulega hjá henni að sá fyrsti sem að birti mynd af hennar hönnun á netmiðlum þar sem hún getur séð það, að hún venjulega reynir að komast í sambandi við komandi og gefa honum eina nýja uppskrift að eigin vali úr rafverðli í búðinu hennar. Nema ég var ekkert svo fyrsta sem var að gera þetta sjálf hann daginn, en hún var bara svo rosalega hrifin af litunum og hvað það var svona stórt og juicy og vildi bara endilega veluna mig fyrir það með því að gefa mér aðra uppskrift. Og það er þetta vestingkál sem ég gerði þarna um daginn. Og ég er rosalega hrifin af þessu formi, þannig að ég ákvað bara að sá hún var með annað svona og ákvað bara að fá það, Blæ bandanakál. Það er þetta hérna, eftir Katie H. Carroll. Og hérna, hún er reyndar með alveg rosalega gróft garn í þessu, en ég var náttúrulega langa að nota bara mömmu garn því að hún var svo hrifin af þessu og bara fór það gefið upp hvað 4 mm prjónar á, 3,5 til 4. Ég held ég hafi verið alveg að nota 5, ef ekki, allavega með 5 mm. Og það lítur sem sagt svona út. Það er aðeins nettara en hérna minn kragi. Eiginlega bara, hefði í rauninni átt að vera svolítið svona fyrir meira, en af því ég er með svo mikið fínna garn þá var það ekki, en þetta er alveg alveg að gera sig. Og hérna ég þyrfti eiginlega að pressa það, gera það eftir þegar ég fyrir að pressa ferðafötin. Þannig að hérna ég er búin að lúra á sig. Þetta er ótrúlega fljótgert. Ég gerði þetta bara ég byrjaði á þessu í prjónu eftir hádegi á föstudaginn. Svo ég kom heim og ætlaði að brusast áfram með þetta og sá ég hefði gert alveg fellega glóríu. Ég var bara átt að auka út 4 lykkjur í annar hverju umferð, en ég hafði bara aukið út 2. Og hérna þannig að ég var að rekja upp og byrja, en ég var búin að þessu á laugardagsmorguninn. Þannig að þetta er bara mjög fljótgert. Og ég ætla aðeins að bleyta viskustykki og leggja ofan á pressi dagins áður en að ég fyrir á afhendi mömmu þetta á eftir. Og svo ætla ég að lúra náttúrulega áfram á afgangunum og reyna að gera eitthvað skemmtilegt úr þeim, eitthvað grifflur eða eitthvað líka svona til þess að nýta þetta. Þetta er rosalega fallegt og skemmtilegt garn. Ég að gera eitthvað svona hérna úliðis svona til þess að bara nýta fyrir hana. Og það er hérna það var gaman að rúlla í gegnum hennar og bendin á hvað hún á mikið af fallegu garni. Þannig að hérna, þetta ég er mjög ánægð með þetta klár. Því ég veit að þetta verður, hún er ánægð með þetta. Hún er ánægð með stelpuna. Þannig að og þetta var svo hluti af því sem datt í pokann og ég hef ekki borgað fyrir það. Það var þetta Blæ bandanakál. Ferlega ánægð með það. Og ég er búin að nota þetta stóra hitt, vestingkáli, alveg helling. Nú, þá eru klárin búin og af því að ég er að reyna að klára svolítið það sem er í pokanum hjá mér þessa stundina, þá fókusaði ég nánast, ég náttúrulega kláraði þessi 3 verkefni, byrja á kraganum og kláraði hann og kláraði þessi sokkapör og síðan vann ég aðalega bara í sjali. Og þetta sýningu samt fyrst hérna, ég tók aðeins að rispu í einni peysuna því að við skrölpum suður í gær að kveðja öðruverpið
og þá vildi ég bara vera með eitthvað þægilegt í bílnum. Hún að fara að leggja land undir fót eins og foreldrarnir eru að vona á erlendri vinkonu sinni og þær ætla að ferðast aðeins Ísland og síðan fara það saman út til Bandaríkjanna sem að vinkonuna býr. Ætla að fælast þar og svo litla dæma mín bara að fara að færa sem set í og ætlar að fara eiginlega ég segi ykkur bara seinna þegar þetta er allt frágengið. Ekki að vera að rock the boat. Það er margt spennandi að gerast hjá henni. En já, ég greip þessa með mér sem á að vera eins eða þetta að vera í henni bæði og réttunaröngunni. KBG heitir hún. Nei, ég er alltaf hrædd að segja, KBG. KBG 11, úr Einrúm bókinni. Nema ég er ekki að nota Einrúm heldur Bellissima frá Scholler Stól. Svona gilt. Alveg bara þrælfínt að prjóna úr því. Já, þá var ég að vakna svona. Þó þetta sé svona mikið gerfi. Það er 48% pólíester, 26% ull, 13% móhair, 8% pólíakríl og 5% pólíamíd. En bara mjög fínt gagn. Þannig að já, ég gerði bara sjáðu puttan hérna. Ég gerði það og aðeins og rétt rúmlega það. Skiptum hnotu fljótlega eftir og lögum af stað. Og síðan það hitt. Það Hippen Happen sjalið sem að mig minnir að sé frítt á Ravelli. Og ég náttúrulega var að byrja á nýri umferð sko, þetta er náttúrulega ekki lægi. Byrja á nýri umferð í gærkvöld, svo bara allt í einu var ég svo grútsifjuð að ég lagði það frá mér, en ég ætla bara að kippa lykkjunum úr, þetta er ekkert mála að laga það, svo ég geti sýnt ykkur cirka. Líka á frekar stuttum prjón. En það er þetta er bara ósköp svona þægilegt og bara skemmtilegt að gera þetta. Þetta er alls ekki eitthvað flókið. Bara gatamunstur hefðbundnið og síðan er bara verið að skipta litunum svona fram og tilbaka. Og þetta er eitthvað Mostitch gatamunstur þetta hérna. Og þetta eru 3 endurtekningar af, þetta er fyrsti hlutinn og þetta er annar og þriðji og fjórði. Og síðan byrjum maður bara aftur. Ding, og þannig að í rauninni á ég svo bara eftir að klára að fara að gera þennan hluta, þennan og svo aftur þetta og síðan er einhver blúnda í restina. Skildi þetta enginn, en svona er þetta og þetta gat sem ég fikk í handprjón sem var afslætti þar, Abu Elita Yarns og þetta var afslætti þar. Þetta er bara svona single slim 100% merino ull. Svona. Og þetta eru bara 3 espur sem ég er að leika með hérna. Ef að lýsingin vildi vera samvinnuþýð sem hún ætlar ekki að vera. Það er alveg magna. Ég er alltaf með ljósin eins. Og svo er það bara birtan úti sem að ákveður nákvæmlega hversu erfitt þetta þarf að vera. Þannig að ég ætla að halda áfram að hamast þessu þá til ég fer út. Svo er það bara að skilja eftir hérna heima því að ég ætla svo að sýna ykkur allt sem ég ætla að taka með mér út af því að það kom nú bara í ljós þegar ég var að tjekka okkur inn í fluginu og allt þetta að
Ég hélt að við værum bara með eina stóra ferðartösku. Við keyptum bara eina stóra ferðartösku í öll þessi flug, 20 kílóa, sem alveg yfirdrifið nóg fyrir okkur 2 í sólarlandaferð. Og svo eru búðir alls staðar ef manni vantar eitthvað. Nema hvað? Ég veit ekki hvernig stendur á því, en allt í einu erum við megum við vera með sikkura flugfreyjutöskuna með okkur og lítið veski. Þannig að við ætlum að bæta við bara einni flugfreyjutösku og svona léttum þunnum bakpoka sem að ég ætla að vera með hluta af prjónadótunum með mér í flugina, því að ég svo sem ekkert, jú, ég mun sjálfsagt grípa í prjónana en ég mun ekki sitja svona við eins og ég geri þegar ég hérna heima. Við verðum mikið á rápinu, sérstaklega út á Möltu. Ætlum að labba alla eiginu gósu sem við verðum á og þá ætla ég nú að taka inn svolítið umhverfið en ekki hérna lykirnar. En það sem ég ætla að hafa með mér aftur á móti er hérna Midnight sjalið eftir hana Emilía Björna í hérna, hvað heitir það? Arctic podcast. En það, svo sem við erum búin að tala með áður, þetta er bara, hérna, þetta er svona kjörsjál til þess að leyfa gagninu að njóta sín. Aðal hlutin verður bara allir svona, slétt og brauðið prjón. Þannig að þetta er alveg hrikalega gott prjón í svona, þú veist, þar sem maður þarf ekki að vera með uppskriftina uppi við. Og þetta er hérna, þemað í þessari ferð verður Yarn from the Shire. Ég er með 5 hespur af gagninu hennar Ingur og Sunnars með mér. Og þetta er Frappuccino liturinn, þessi hérna sem að verður með í blúndinu neðstu sjalinu. Og svo I Save the World a Lot er þessi sprengdi aðal liturinn. Rosalega fallegir hjá henni. Þannig að þetta kemur með mér í fyrsta flugið til London allavega, svo maður svo svalur á því, maður getur bara svissað út fyrir næsta flug. Við fyrir með 2 flug á miðvikudaginn, flugum til London og svo þaðan til Bordeaux. Og þá var nú æðislegt að hafa þessar pókalufsur utan dótið sitt. Þannig að já, eins og að hafa uppskriftina með líka. Og má ekki klikka á neinu, það verður ekki testa að snúa við og bara sjæsinn hvar er uppskriftin. Og síðan er hérna eru sokkarnir, veiðisokkarnir sem ég ætla að gera á Helga. Og ég ætla að prófa þennan hæl sem ég var að tala um á hann í þá sokkahandunum. Og þetta er Austumann Step 6 DK grófleiki. Ég sýndi ykkur mína sokka hérna daginn. Þetta er bara litur 682. Sést pínlítið aftan á hvernig það munstrast. Og ég nota 3 mm hæja sjarpprjóna í þá. Og ég með hérna 2 hespur þannig ég get fitjað upp á báðum. Og já, sjalið hennar The Midnight Shawl sem ég var að sýna ykkur, það er á 4 mm prjónum. Þannig að þetta fer með, ég er svo klikkuð. Ég bara nefnilega veit að ég verð hvergi nálægt gaddbúin, þannig að þá bara vissar að vera með allt. Það á nú eftir að fara hérna ofan í þessa tösku og taka til hans. Þetta er allt fullt af bómullagarni. Og er ekki heklumálanir hérna? Það er ekki því. Betra að hafa þær með, það er ekki nóg að hafa með, jú, þær eru hérna. Og þetta er náttúrulega bara rosalega næs að vera að dunda sér í hitanum. Það er bara með bómull. Þannig að ég ætla að í dag eða á morgun að kíkja á hérna, rifja upp corner to corner og gera svolítið af þeim tuskunum. Það er bara svo
ferlega þælt. Það er svo einfalt að skipta um liti og allt í því. Þannig að ég ætla að gera svolítið á tuskum og síðan er hérna þessum fullt í sér. Hvað er ég með hérna? Ég er með í eitt sjal. Já, þetta eru allir sokkarnir hérna. Lágu sokkarnir líka sem ég ætla að gera. En ég ætla að gera hérna, hvað er þetta? Þetta er nefnilega sjal sem heitir In the Light og er eiginlega tvær uppskriftir af. Önnur er með semst kögru og hinn er án. Og þetta er svart-hvítt, það er ekkert endilega marketa. En ég sá hún var að gera þetta og hún hérna Amber í Jarnhorder podcastinu. Og mér fannst það algjört æði og ég hugsa að þetta var algjör snillt í svona ferðarlega prjón. Og þetta er bara, þetta er tvöfalt svona fingering sem ég nota þetta, eða sokkabandsgrófleikinn. Þannig að hún talar um að nota 5 mm prjóna, ég ætla að vera með 5,5. Ekki það skipti öllu. Þannig að þetta er mjög einföld uppskrift í það og ég ætla að hafa það sem kögrunu, þannig að ég bara tek þá pappíra sem ég þarf með mér. Og það er aftur Yarn from the Shire sem ég ætla að nota í það. Frá henni Ingu Rós. Ég ætla að fara svo yfir hvað heit allir. Þetta er sem sagt þessi dökki skammdegi. Já, frá Héraði. 75% merino, 25% nælon, 100 gram, 425 metrar. Og fingering, prjónar 2-3 mm. Er sem sagt gefið upp hérna aftan á. Síðan er það betri helmingurinn, þessi guli, mér finnst hann alveg geggjaður. Sem að ég ætla að hafa svona í aðal. Og svo er það þessi er bara nafnlaus, þessi ljósi. Þessi hérna sem sagt, þetta er bara svona ljósgrár. Ég get svarið þetta ljósa mál, sko. Og ég er bara að tala þessa frændu mína sem er í þessum bransa. Þannig já. Þetta ætla ég að dunda mig við þarna úti. In the Light Fringed Version. Og þetta er eftir hana Casey Day Crochet. Þetta er hana nýju uppskrift. Einföld en ég sem muni gera heilmikið fyrir sem sagt hérna. Leyfa garn að njóta sín og svo er þetta bara garðaprjón. Þannig að bara, could you ask for more? Síðan er ég með alla þarna lágu sokkana eftir hana Lily Nordic Stitches, Beach Front og Seafoam. Svo er ég bara með hérna uppskriftina af þriðju þannig að, en þetta er hvort er allt í einum pakka þannig að það er ekki hægt að kaupa þær ennþá hverja fyrir sig. Og ég með þessar 50 gramma hespur. Það eru allar litaðar á þetta Knit Picks glitter garn og 50 gramma hespur er alveg nóg. Það var 1,2 gram eftir af þennan fyrsta parinu. En þetta er allt bara handlitað eftir mig. Þessi eru svolítið grátónar, þessi hérna stöku og svo gulir og bláir. Og síðan ætla ég að taka hérna líka í sokka á bondan, svona bara vanilu sokka og þetta er stepp, venjulega sjálfmunstrandi. En ég ætla að hafa hvítan hæl. Já. Hvað ætli ég? Ég kem nú örugglega með margt af þessu aftur tilbaka og uppfitjað. Kannski á ég bara eftir að vera alveg gett skipulögð og ekki taka upp eitthvað uppfitjunar trilling hérna úti. En við sjáum bara.
hvaða stuð verður á cello. Þannig að þetta er það sem ég ætla að hafa með mér út í 2 vikur. En þetta eru 6 flug og þetta er allt flug á þannig tíma að það er ekki, ég á ekki að vera eitthvað að þurfa að leggja mig. Við erum alltaf að fljúga yfir daginn eða seinnipartinn. Með þess að fljúum ekki héðan fyrir 9:30 sem er algjört æði. Þannig að maður er alveg fullum svefni áður en við förum af stað. Þá er nú æðislegt að hafa eitthvað til þess að dunda sig við. Nú, svo ætla ég að sýna ykkur hvað datt í pokann, en fyrst ætla ég að sýna ykkur, ég fékk svo fallega gjöf frá áhorfenda sem að við spjöllum mikið saman á í Facebook spjallinu. Og ég bara eiginlega vissi ekki hvernig ég átti að vera þegar hún hafði samband og spurði hvort ég ætti þessa bók og hún langaði að gefa mér hana þegar hún hefði verið að fá sér og fengið 2. Og ég fann hún bara hjá mér við það og auðvitað langaði mig alveg rosalega í þessa bók af því að hún talaði um að hún Tracy í Grocery Girl podcastinu, hún á þessa bók og nota mikið og ég var búin að vera svona skoðana og alveg bara sjúklega ánægð eða ekki skoðana, ég var búin að vera svona láta mig dreyma að eignast hana. Og svo var það bara eina æðislega úti sem að græjaði þann draum fyrir mig og bara ást og þakkir. Þú veist hver þú ert, ég er alveg bara og meira segja, mér finnst þetta það spennandi að ég er að spája að dröslinu með mér til 3 landa. En þetta er sem sagt Getting Started Knitting Socks eftir Ann Budd og Ann Budd er alveg vist bara huge í þessum prjónaheimi. Og þetta er bara verið að brjóta niður alveg skref fyrir skref uppbyggingu á sokkunum og það verið að kenna útaukningar og bara alls konar pælingar eftir hvað ætlar að hafa á háa eða lága og hæla alveg 1.000.000 tegundra hælum og munstrum og ég veit ekki hverju sko. Þannig að bara sæll, bara þetta er æði. En þetta er svona, þetta er samt pínu hættulegt að skoða svona, langar mann að vera fiti upp á. Og síðan kom hérna svona auka með, ég skildi ekkert, ég fór upp á pósthús og fekk pakkana afhendan þar, það átti að bera hann út til mín seinum daginn en það kostur að búa í svona litlu samfélagi, það þekki allir alla og mér var réttur þessi pakki og ég með grunn hann strax frá hvernig þetta væri en svo heyrðist svona í honum og það eru svona ótrúlega fallegar trétölur. Þetta kemur sér vel í safnið sko. Þannig að bara æði. Svo fikk ég svo fallegt kort líka, ég ætla nú ekki að lesa, þetta er enga. En já, þetta er bara ótrúlega dýrmætt en þú veist eitthvað sem að maður er ekki að gera ráð fyrir. En bara þetta hlýjaði mér virkilega að fá þetta. Bara ást og þakkir. En þá ætla ég að sýna ykkur hvað hvað kom fyrir mig. Þannig var að hún Amy í Stranded Dyeworks podcastinu sem ég horfði svolítið mikið á. Hún gerði rosalega skemmtilega peysu daginn sem var úr svona gatinn var sérst úr 2 litir vafðir saman í 1 og mér langaði alveg rosalega í svoleiðis og þá fór ég að googla þetta og var búin að finna þetta gatn á einni síðu og fannst það svolítið, sendingakostnaðurinn var alveg snar á síðunni. Þannig að ég fór inn á woolwarehouse.com sem er í Bretlandi og það er bara svona, ég sé fyrir mig bara, þetta sé bara, þú veist, eins og Bauhaus og það er bara allt fullt af gatni þar að það er til svo ótrúlega marga tegundra gatni, þú veist, það er drops og
Debbie Bliss og bara nefndu það, King Cole og Lion Brand og ég, þú veist, allt þetta svona verksmiðu framleita gagn og litaða. Þetta allt gagn eiginlega verksmiðu framleitt en litunin, þetta allt svoleiðis, þetta svona bara þessi hefðbundnu tegundir sem við notum mest. Og bara mjög góður prís á þessu, sanngjarn sendingarkostnaður og það dýrasta við aðflutningsgjöld eru þau að það er umreikningurinn sem er dýrastur. Vörugjöldin sem leggjast á þetta er alls ekki há en það er alltaf umreikningurinn, tollskýrslu gjöldin. Og þannig að ég er farin að vera svolítið kræf þegar ég panta því að þú veist, ef maður panta 3 hespur þá ertu alltaf að borga eitthvað 3 skall fyrir umsýsluna og þessi gjöld sem að manni ber skylda til þess að borga. Þannig að ég pantaði bara alveg miklu meir en 3 hespur og var bara samt að borga milli 2 og 3 þúsund í þessi gjöld. Og og ég fann þetta svona sambærilegt gagn sem ég langaði að prófa og fann það fyrst inn á síðu þar sem að sendingarkostnaðurinn var klikkaður en fór svo inn á Wool Warehouse og þar var þetta til. Og ég er ennþá með pókanum, ég ætla bara að leyfa svo að vera í pókanum og ég er ekki byrjuð að gera neitt við það. En þetta er sem sagt Lion Brand og þetta er 227 grömm í hespunni, þetta er 100% hrein ull, gefið upp að prjóna 5,5 mm og það er 16 lykkjur í 10 cm pröfutullu, þannig að þetta er mjög gróft og mér langar að gera bara eitthvað svipað þessari peysu. Þetta er So Faded. Mér langar að gera eitthvað í þeim dúr, bara svona venjulega peysu og sjá hvað þetta gagn fer langt með mig og ef að ég er ekki með nóg þá er minnsta máli að panta. Þetta er eitthvað sem er alltaf til. Þetta er Oak Tweed, litur númer 200 og þetta er ástæðan fyrir að ég fór inn á Wool Warehouse að panta og auðvitað lét ég ekki þar við liggja að fá með þetta. Heldur, þá fekk ég mig líka langaði mig að prófa hérna. Það kemur í svona skemmtilegum pókum frá. Ég fekk alveg sekund pókana því að mér var bara dugleg. Ég fekk mér hérna púna frá Drops, langaði að prófa það. Þetta er bara soft and warm in superfine alpaca. Þetta er sem sagt gefið upp á 4 mm. Þetta er svona þessi DK grófleiki. Þetta er sem sagt 110 metrar í 50 grömmunum og þetta er bara 100% alpaka og þetta er grófara heldur en þetta alpaka eins og við erum með frá Drops nýri Gallerí Snotru. Og ég hugsa að það muni svona það er svona þungt í því, þannig að það mun verða svolítið svona mikil hreyfing á efninu, það mun lagta svona og þetta á að verða eitthvað í þeim dúr, eitthvað flík. Ég átti að skoða það betur, ég fekk mér 2, 4, 6, 8, 10 hespur af því sem að nægir í flík af einhverju tagi. Svo veit ég að Gallerí Spuni sem er svona super dílar fyrir Drops á Íslandi, ég veit að þau eru allavega með þetta Nord og einhverju fleiri. Og mér langaði að prófa það líka og þú veist, fyrst ég var að panta þarna annað borð þá gerði ég bara þar og það í því er 45% alpaka, 30% polyamid og 25% ull. Nord og þetta er bara litur 01. Þetta á líka að þjóna þeim tilgangi að vera eitthvað peysutengt og ég fekk með þennan gráa, ég ætla að hafa pínu munsturpakka efst og þetta er bara litur 05, bara mjög svona klassist
þegar maður er komin á þennan stað að vera að gera sér bara hreinlega svona hversdagspeysur, svona innipeysur. Og þá langar maður náttúrulega líka, þetta getur ekki allt verið einhverjum brjálæðum litum, og líka gott að hafa svona klassist með. Svo langar mig að gera hérna, ég gef mér hérna Cotton Light. Langar að gera mig fleiri svona sumarbóli. Þetta er 50% bómull og 50% polyester frá Drops, alveg svaka baby bleikur ef að ljósum myndi vilja sína það. Þetta er litur 05 og þetta er, já, þetta er líka svona DK grófleiki, það eru 105 metrar í 50 grammunum, gefið upp fyrir 4 mm, þannig að það ætti nú ekki verið lengi gert að gera eitthvað úr því. En ég er ekki að fara að gera neitt úr núna á næstunni. Það er ýmislegt annað í gangi, en það kemur sumarið, þetta sumar, og fínt að gera hérna, vera að undirbúa sumarflíkurnar á veturnar og svo öfugt, segi ég til þess að friða mig. Ég með einið, ég held að ég komin, afsakið, tími á annan kaffibolla. Nú, síðan er bara búið að brjála fjör í hérna töskusölunni. Bara takk fyrir frábæra móttökur. Og annað kvöld er síðasti séns sem ég hef til þess að senda eitthvað frá mér. Get ég hendi í póstkassan og leiðin út bænum á miðvikudagsmorguninn. Og síðan verður ekki hægt að afhenda neitt fyrir en eftir ég kem aftur heim í seinnipartinn í júní. En að sjálfsögðu er hægt að panta á alltaf. En hérna, ekki nema sko, ef þetta er eitthvað hérna á Skaganum þá er ég náttúrulega með varðhund hérna sem að mun tjekka húsinu reglulega og hún geti alveg reddað því ef að einhverjum bráðvantar sem að er á svæðinu. Ég ætla ekki bara að setja hana inn í að senda og gera og græja. Þannig að hérna, þau bara vitið að því. Og ég mun segja frá því líka bara ef einhver hefur samband að láta vita að þetta er ekki eitthvað sem fer út eittur og bingo. Og já, ég er ekki ennþá búin að fá leyfi með að tala gaddgönguna í haust, en ég byrja að undirbúa hana. Verð komið eitthvað nýjum efnum sennilega fljótlega, eða eftir hann í júlí reikna ég með, og mjög skrítið, ég var að panta líka jólaefni, en hérna skrítið að vera því svona í, eða svo sem ekkert skrítið, hérna búið að vera skítkalt og jólalegt þannig líka við, að hérna, en þetta er samt svona skrítin ástími til þess að vera að panta jólaefni, en sumir vilja hafa svona ástíða skipta póka, en þú veist, já, og mér finnst líka reyndar eins og með jólapóka, ég á nokkuð svoleiðis, mér finnst gaman að hafa það sem ég er að vesenst í yfir jólin í svona jólatengdu. Þannig að hérna, já, þannig það er bara búið að vera rífandi gangur í þessu og bara ástæða þakki fyrir það. Þetta er, eins og ég segi, mér finnst þetta mjög þægilegt að hafa gatið mitt bara svona hvert með sinn póka og ekki í plastpoka. Ég er búin með það tímabil. Svo sýndi ég ykkur daginn að ég var að sauma hann á pínleitið út og já, ég bara gerir svona einn þráð annað slagi, það er ekkert mikið búið að gerast. Ég er ennþá í sama litnum að gera sérst, klárar alveg einn litinn áður maður fer yfir í næsta. Þetta er alveg svona skref fyrir skref og það er bara verið mikið fjör til þessa vikuna til þess að ég geta fókusað á það. Litla ljósi okkar var hjá okkur hérna aðeins fyrir nótt sunnudags á Hrafntinna og maður gerir nú ekkert mikið á meðan. Alls ekki, amma nenni að jafna sig eftir það. Nei, maður sefur öðruvísi þegar það lítið kríli nálægt manni. En hún sá alveg eins og, ég veit ekki hvað, hún sá í 12 tíma bara og lék við hvert sinn fingur hérna. Ég var í heita pottin með afa og bara stjórna svolítið
svefntíma á og það sem að við ömmur og afar leifum barnabörnunum okkar gera og svo fórum við að kvöddum Ernilegu og en ég á nú eftir að hitta hinn tvö. Ég fer núna að skutla Hrafntinn á leikskólann og á morgun og svo verð ég vonandi með Hilmi í hádeginu í dag eða morgun eða bæði. Þannig að en já, ég ætla svo sem sko, ég kannski filma eitthvað þannig úti en svo veit ég ekkert hvort að það verður eitthvað sem að ég mun nýta í hér inni endilega. En það kemur bara í ljós. En ég ætla bara að njóta þess að vera í fríi og við vorum einmitt að tala það í gær við hjónin. Við erum nú búin að ferðast alveg brjálæðislega mikið erlendis en alltaf verið með ykkurum eða hjá ykkurum. Þetta er fyrsta skipti sem að við erum bara alveg alein, þannig að við erum alein út öllu. En það er ekkert mál. Við höfum svo sem ferðast hérna Íslandi í 3 vikur og vorum alein, bara 2. Þannig að það er ekkert, okkur fannst bara fyndið, búin að vera gift í yfir 20 ár og aldrei farið alein til útlanda. Þannig að þetta er fyrsta skipti, þannig að það verður æðislegt og okkur hlakkar rosalega mikið til. Bara þó við búum hérna á Íslandi og sumari kemur seint og ég vil ekki að þá og maður veit það alveg, að þá verður samt æðislegt að komast í svona léttara umhverfi. Og ég er svo sem ekki farin að gera ráð fyrir sumri hérna á Íslandi aldrei fyrir í lok júní. Ég meina það snjóar oft á 17. júní, þannig ég veit ekki. Þetta er bara svona, við búum á norður hér veraldar, þá bara sitjum við inni og kósum okkur og prjónum og ef við þurfum að fara út þá erum við náttúrulega fullt af prjónaflíkum til þess að umvefja okkur og fara út í kuldabóla. En það bara fylgir því að búa hérna. Við vitum það alveg, við erum ekki á sólarströnd þó okkur dauðlangi til þess að fá góða daga. En þeir vonandi koma. Já, þeir koma. Þannig að ég átt að sakna ykkur alveg rosalega. Og það verður ábyggilega mjög skrítið að byrja aftur, sittast aftur hérna eftir sennilega allavega, hátt í 3 vikna bið, en já, það kemur bara ljós. Ég hef meira að segja tafsandi núna, og bara, ég veit ekki, mér langar ekkert að kveðja ykkur, en það verður bara að vera svo, og ég vona svo ég muni hafa eitthvað að sýna ykkur þegar að ég skelli í næsta þátt. En ég bara óska ykkur góðrar og gleðilegra handavinnu vikna. Og við sjáumst bara þegar ég kem tilbaka. Takk fyrir og bless bless.